Rosknu hlustendur, þetta hlaðvarpið 2 á topnum, þáttur 115, Oddur, 115. Búm. Fólk sagði að við getum þetta ekki, fólk efaðist, hér eru við. Hvar það fólk núna? Hvar það fólk núna? Já, maður já, þetta þáttur 115, ég var nú ekkert að fyrir að kynna okkur, ég búin að gera það 114 sinnum, en þú ert Oddur og ég Oddur. Gæti verið 9 hlustendur. Það gæti verið 9, já. Það gæti verið, við vonum það. Já, mér sýnist það nú á, hlustendartölum. Já, teljaranum. Já, teljaranum. Hvað, við vorum alveg rosalega hressir í síðasta þetta að tala Kottstíling. Kottstíling, já. Og ýmislegt annað. Já, alls konar. Og sko, hvað, hefur ekki bara verið að léttir á þessu? Svona eitthvað óskipulega dagskrá? Jú. Svolítið Netflix? Jú, ætlum að, aðal þeim að vera Thursday Murder Club, af því að hún svona ný og það eru margir að horfa á hana, við horfum á hana, báðir. Já, þetta náttúrulega, þetta sé ekki svona tromp Netflix í byrjun septembermánaðar. Á að vera það, 100%. Stjörnubrýtmynd. Já, sem að gerist mikið til á elli heimili, þess svona ávarpaðir og hlustendur sem roskna í þessum umferð. Einmitt. En svona áður en við förum í það, hvað ertu að gera eitthvað að viti? Herru, ég fóð með bílinn í gær í smurningu. Já, ok. Fengist ekki kvikmyndum. Ég var að fá að segja þessu. Þetta ástæðan fyrir að karlmenn eru með hlaður til þess að geta sagt frá svona reynslu. Ég er líka búin að vera stúsast í bílnum, en ok. Fóð með bílinn í gær í smurningu, ægilega ánægði með mig að þetta er svo leiðinlegt, þú veist, allt sem snýra bílum, þólið ekki, þólið ekki eiga bíl, skilur, en maður verður að gera og ekkert eðlilega ánægði með mig og ég fór ég ætla ekki að segja hvert ég fór það svona eins og plögg eða eitthvað, allan, svo ég að keyra Suðurlandsbrautina, keyri gegnum Skeifuna í Reykjavík og keyri það niður og svo þegar ég að koma þarna niður, þú veist, þegar maður beygir þarna niður upp, maður keyrir yfir brúna og niður á Miklubrautina. Já, í svona likju. Já, þá finn ég að það er eitthvað að skríða í hárunum mér. Nei. Jú, við eyra á mér og ég set höndina, það var þetta geitungur. Bara búin að húka far? Bara búin að húka far, kom greinilega úr smurstöðinni og ég fríka út á því, ég bara nærriði lentur í bílslýsa og svo ég eitthvað að reyna, svo ég bara ok, hann er örugglega farin, þá er bara mættur og stýri, þá reyni ég að drepa hann og flauta svona alveg og þannig ég komin á Miklubrautina og svo ég eitthvað að reyna að drepa hann og ég er alveg að fríka út þarna með eitthvað peysu að reyna að drepa hann og alveg bara þegar hann var í andlitan á mér, skilju, hann var bara að skríða á mér, þess að hann fríkaði svona mikið út, jafnvel þó ég var undir stýri, ég misti bara öll, þú veist, bara skynfæri, ég bara misti stjórn á minni hefðun ég ætti möguleika að segja frá þessu þú veist, þetta er bara, ég var stór hættulegur svo bara hann þarna bara að pestra mig þarna á Miklubrautinni og ég er að reyna að drepa hann er að á stýrinu og þarna og ég er næstu bara, ég er næstu því búinn að dundra á hérna afleggina, þú veist, það sem maður beigir niður í Breiðholti og Sprengisand ég er næstu búinn að dundra þar þú veist, ég ætla að halda áfram upp Ártúnsbrekkuna næstu búinn að dundra á hana afleggina Teksta komið við fyrir það og kemur hann einhvern veginn undir peysu á gólfið fyrir neðan mig og ég bara er í náttúrulega sjokki þetta var bara ég var svona áldi ég veit ekki hvort ég ná utan hvað ég keyrði alveg frekar maður var einhvern veginn að keyra hratt og maður var einhvern veginn alveg stór hætlu með stýrið þetta var rosalegt ég stoppaði bara í sjokki á bensínstöðinni upp á Höfða við Árbæinn og hann bara, þar er hann ennþá lífi og þar drepi hann og á bílastæðinu en ég var lengi að jafna með þetta var bara near death experience að mínum að ég hef ekki lendi bílastæðinu það er ótrúlegt og ekki stakka hann heldur Nei, hann stakk mig ekki heldur gali Nei, þetta er náttúrulega óþolandi kvikindi og þeir eru þeir eru náttúrulega svo ógeðslega aggressífur og pirraðir núna í haust Nefnilega, hann var svo stór þessi líka og líka bara hann að vera skrýði hárinn á mig ég er alveg bara, ég er eiginlega ennþá jafnum með þessu og líka þegar, þú veist, þetta var svona varnarlausar aðstæður ég gat ekki stoppað þegar ég var á Miklubrautinni ég var þú veist að keyra niður aðræðina það er ekki hægt að stoppa neins þar ég get ekki bara beitt út í kant og stoppa þannig að ég var alveg bara þetta er horror experience en þetta er náttúrulega voðalega erfitt að díla við þetta allavega þeir eru ógeðslega gjáðundir að þeir náttúrulega eru að fara að drepa þeir finna feigðina og þá er þeir bara í þessum kamikaze ham finnst þér þetta ekki rottalegar aðstæður? Jú, þetta er vonlegar aðstæður En ég nefnilega búin að vera svolítið úti við, það er búin svo geggja veður og þeir eru náttúrulega ógeðslega leiðilegur ég veit ekki hvort þeir sæki mig eða hvað
En ég nefnilega bónaði bílinn sko fyrir vikunni. Þú bónaði bílinn? Já, wow. Það þarf að gera það sko. Er það? Já, og þú veist, þetta hérna, þetta þú veist, það er bónið sko hrindi frá sér vatni og drullu og svona dregur úr því að reyðgi bílarnir sko. Já, einmitt, ég ætti kannski spáði því. Já, hann að ég, samt að maður svo latur sko, maður náttúrulega að gera þetta með alvöru bóni en ég keypti bara Sonax, það var kallað letingjabón þegar ég var að vinna á bensinstöðinni sko, bara ber þetta á og tekur af sko. Já. Og næs. Er það ekki bara geðið? Jú, alveg örgulega og svo var ég hérna með tusku og sem var sem betur rök og það var hérna mættur geitingur og hann vildi ekki láta mig friði, bara eldi mig bara. Þannig að ég endaði mig inn á að bara slá til hans með svona blöytri tusku og hann fekk sér að blöyta tusku framan í sig og yfir hvað sagði. Nei, þetta er svo pirrandi tími, þeir eru svo pirrandi núna þegar þú veist, núna er einhvern blómin örgulega, þú veist að svona hægt að byrja að deyja, örgulega færri hérna, þú veist, eitthvað. Já, þetta er bara að vera búið, sko. Já, þetta er bara að vera búið, þannig að þá er það svona leitandi, sko, þá er það bara út um allt, sko. Já, reiðir. En sko, trikkið er náttúrulega, þetta er ógeðslega erfitt, en trikkið er að halda kúlinu, sko. En það verður eiginlega enginn geta haldið kúlinu í návískeitum, sko. Ekki á Íslandi. Nei, ég er samt búin að vera föndra við þetta, sko. Já. Bara standa kjur, algjörlega kjur. Það var daginn eitthvað þægilega svona dóru, þá var eitt sem vildi vera í mér og ég var í svörtum leðjaka og svona, ég geti ekki verið hérna svörtum leðjaka, baðand út öllum öngum og góland og gargand, en ég stóð bara alveg frá sig. Það gerist ekki neitt. Það gerist ekki neitt? Nei. Þetta er samt, maður er samt, þetta er bara eitthvað svona algjörlega basic lizard brain sjálfsvarnar sko viðbragð þú verður að en þetta er bara svona Íslandi samt það er bara alls það ég bara alls það annars það fólk er bara herri þetta er bara eitthvað fluga en hér er bara þetta geitur ykkur allir að burtu skilur þetta ekki lærð hefur Jú, eða við erum þá eigum eftir að læra að umgangast þetta Já, þú veist, við höfum kernt hvort öðru að við eigum að fríka út en pældu hvað ég var varnalus Já, þetta er versta aðstæður eiginlega Er það ekki? Þetta er svona hryllingsmynd Já Þetta er eiginlega bara hugmynda þætti Já, þetta er bara ég var því að horfa á Alien Earth 58 í gær sko Herri, ég byrjaði á því Já Ég búið með 3 Tók 3 í beit Þetta er gott Þetta er geðvikt Þetta er fárlega gott En það er mikið svona það gengur mikið að pöttum lausum í 5. þætti og það er svona svipað. Ég horfði á Alien Earth í gær sama dag þetta og það er náttúrulega pöttur einmitt í andlitinu á mönnum og að býta það og eitthvað svona dæmi Ég hafði hort á þetta sama dag ég hugsaði þetta bara ég bara Galt Svo fekk Gussi mikið áhuga á geitungum daginn sko því að mammas fór með hann á kaffihús og gaf hann hann fekk appelsín í gleri og svo fór hann að róla eitthvað og svo bara var sem sagt druknaði geitungur í appelsíninu hans þegar að var komið sko og við erum bara fræðin það að geitungur sem er hrifnir af sigri og svona en þá þurfti ég að fara með honum í gegnum svona nokkur hundruð YouTube á geitungum sko og upp á þessu vídeó hans að það er kall sem er búin að vera bara snakk og leifir svona geitungi að vafra á hendina á sér og geta fytuna en þar heldur hann alltaf kúlinu sko, hann reyfist ekki og það gerist ekki neitt og ég bara svona close-up á geitunginu Guðsson búin að stúdera sko hvernig stingurinn svona skýst út úr raskatinu á geitungunum sko Þetta er not ok Þetta er not ok Þetta er ekki leið Þetta fyrir vonandi bara ég er þakkláttur fegin því að vera á lífi hafa ekki lent í ykkur bílslys ég sko bara að ég hafa ekki ef að lögregla hefði verið þarna þeir hefðu stoppað mig og örglega sekta mig eitthvað ég veit ekki heldur að ég hef hlotið skilninga Já, ég hugsa það nú en sko að verra samt ef þú hefur nú keyrt aftan á eitthvað svo, geitungur ég ber ekki ábyrgð Þetta var svakalegt ég já Þetta var bara rosalegt. Ég er bara ennþá jafnum. Já, en svona það sem er, ég talaði nú eitthvað Dexter í síðasta þætti og sem sagt 2 serjur, Original Sin og svo Resurrection. Það er 1 þáttur eftir að þessu Dexter Resurrection, sem nýjasta rebooti. 1 þáttur eftir. Og er þetta gott? Þetta er gott. Þetta er bara, ég er spenntur sko. Ég er býtt eftir lokaþættinum. Hvað heitir þetta? Þetta heitir Dexter Resurrection ok Hitt var Original Sin sem var svona þá er hann í kóma eftir að sonur hann skaut hann í New Blood Á maður að fyrir hlustendur sem að og mig, fyrir okkur sem hefum aldrei hótt að neitt Dexter, á maður að byrja á þessu Já, þetta eru rosalega góðið þættir og fyrstu svona 3-4 seríurnar af gamla Dexter eru bara til fyrirmyndar sko. Það er þannig? Já, alveg frábært en svo bara alltaf matsatrið sko, hversu mikilvægt að bæta á sig af eldra efni við það sem er í gangi sko. Ég til dæmis er bara búið með 1 þátt af Hostage á Netflix
sagðist í síðast ætti ætla að rjúka beint í með henni Súranu Já, ég er ekki alveg byrjar á því heldur Nei. Ég vantreysti sko ég með eitthvað svona einmitt við höfum talað þetta áður og ég vantreysti Netflix eiginlega svolítið þú veist, þetta hafði einu sinni svona ákveðna þýðingu og þessi New Black var að koma þú veist, eitthvað svona hérna, House of Cards Mindhunter, nei, hérna það ekki House of Cards, það hafði þetta svona þýðingu ok, getur verið gott, núna er þetta bara þú veist, svo er eitthvað serið með Robert De Niro sem að Netflix vil enda ekki horfa á sem ég horfa aldrei á sko. Það er vist heldur mjög leilægt Já, ég heyrði nefnilega að það væri mjög leilægt sko, en ég hef aldrei horft á það sko. Þannig að maður, já, þú veist, ég á erfitt með þetta sko. Já, en Hostage náttúrulega brest sko, og þetta er leikona sem að ég tristi bara og hef mjög, sem sagt góða reynsla sko. Leikur hann ég sagði forsætisráðherra Bretland sem að lendir í að góða eiginmanninnar er rænt hann er læknir á landamæra sko. Og það verið að kúan allir að segja af sér innan 24 klukkustunda og ég veit ekkert hvað var eftir að gerast en fyrstu þátturinn var allt í lagi Ok, þetta er spennandi Ég held það, en ég er bara búið með einn af 6, þetta lítur að vera 6 þáttar programmið Svo var hérna Butterfly hérna á Amazon Prime Já, spennu þettir Já, Hazard svona með honum hérna sem var hérna í Lost og Hawaii 5-0 Ég held að þetta sé 8 þættir Var þetta gott? Nei, ég get ekki klárað þetta Ég á 1,5 þátt eftir Þetta er allt í lagi en þú veist, ef þetta væri gott þá væri ég búin með þetta Ég held þú sér líklega einu maðurinn á Íslandi sem ert að horfa á þetta Já, það er þannig Ég held það, með grunana Já, þetta er eitthvað aksjón þú veist, hérna svona leigumorðingjar og leini þjónustu makkari og allt það sko og minna það er allt í lagi með hann gaur Kim Daewoo eða eitthvað Sko það maður sé að borga fyrir Prime Já Það er ég veit að þetta er ódýrasta streymisveitan ég þeim mjög þakklútur fyrir að hafa þetta svona ódýrt en það er aldrei neitt að nema Boys og Invincible og Reacher þetta þrennt, maður horfður á þetta þrennt og that's it sko. Já, þú náttúrulega varst ekki með þannig að þeir voru með Boss sko og svo með 10 þáttaserjun Ballard daginn sem var spin-off frá Boss sko Já, einmitt, ég er ekki alveg dottinn inn í það Nei, svo Gen V, það er náttúrulega Já, Gen V, það er náttúrulega The Boys Það er Boys tengt, já Herðu, já, og svo var hérna á RÚV Hatur Einmitt sem hann Arnar Ketchup var að mæla með fyrir 2 þáttum og fyrsti þátturinn ég horfði á hann í gær held hann að koma í fyrra dag Þetta er mjög vel gert sko, gott stöf Já, kemur svona hefðulegum tíma Já, þetta er náttúrulega eins og þessi hönnuð Já, hann er þessi hönnuð atburðarás Smoke screen Já, Ketchup sko og ég náðum aðeins að hlusta ótarsögu símatíman í morgun og í gærmorgun og liðið er náttúrulega bara brjála á þess að þetta Hvers vegna gerir þér það að hlusta á símatíma útarsögu? Ég veit það ekki þegar ég kemst að því þá mun ég skrifa greinagerð En það er eins og er náttúrulega sérstaklega menn ég var virku blaðamaður þetta er ágætt svona Vist, ég held ég að sé alltaf með puttan á sko, sturlunarpúlsi ákveðin að kema samfélagsins sko. Þannig að þetta er reiðafólksins Já, reiða á heimska fólksins þetta er alveg dýrmætur gagnagrunnur held ég sem ég er búin að byggja upp í þessum að mér En já, þeim mislíkaði ýmislegt annað við þessa þætti og í morgun voru einhverjir að bara vilja bara vita hver greiddi fyrir þessa þætti? Hver borgar fyrir þessa þætti? Þetta er svona heimildættir fordóma í garminnlutof á Íslanda Já, þetta er fyrsti þáttur af 4 ég fannst það nú dekka helviti mikið þegar náttúrulega vorum með leiðindir sem að hinsegin krakkarnir og úlingarnir að lendi í þetta gelt og allt og maður náttúrulega situr bara ég veist hvað er að þú veist, okkur er fólk svona heimst hver elur upp þessi kvikindi sem eru að gelta á krakkana sem eru eitthvað aðeins öðruvísi eða falla ekki undir eitthvað inn í eitthvað ramma, ég næði þessi ekki sko Einmitt, nei, sama hér og svo var þetta komið út í bara eldirhella og ofsóknir og bara, það var hans mikið í þessum þetta ég veit ekki hvað að vera í hinum þremur sko. það er áhvert að sjá það Kallar þetta sér þáttu? Fá Arnam á Eiffels aftur? Ég leiðum sérinn að klárast þetta er náttúrulega í svona hvað kvöldu þetta, línulega Einmitt RÚV, 1 þáttur komin 3 vikur eftir Já, og svo líka að því að ég á alltaf að vera að horfa á allt þetta nýja þá einhvern veginn datt ég í I know what you did last summer myndina? Þessa nýju myndina? Já, hún var í bíó bara fyrir stuttu
hún ekki ennþá í bíó? Það ég fann ekki. Nei, þetta er náttúrulega alveg hræðilegt, sko. Hún er hræðileg? Já, þetta er eiginlega móðgun, sko. Í alvörunni? Ok, ég bjóst nú ekki við því. Ég veit ekki alveg af hverju, ég bjóst ekki við því. Nei, sko, fyrsta I Know It Did Last Summer hérna í Den. Hún var svona iconic, ekki? Ég var svona 90 eitthvað, þá voru hérna Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar og Freddie Prinze Jr. og svona, alveg, það voru leikarar og Ryan Phillippe, sko. En ég man samt að mér var svo astnalegur morðinginn, hann er svona pollagalla, svona fiskimannagalla og með svona krók eitthvað, hann er ekkert að keppa í sömu deild og Michael Myers og Jason og Freddy og þessi gæjar, sko. En mann fannst ekkert allir í lagi, en þetta var svolítið útþynnt, sko. Þetta var það? Já, og svona ekki nú bara öflugir krakkar að leika úlingana og svo eru þau þarna í hlutverkum Jennifer Love Hewitt og Freddie Prinze alveg svo eiginlega bjánar, sko. Þau eru nýmyndinu? Já, þau eru nýmyndinu. Jesus Christ, sko. Ég hef ekki séð þau í mörg ár. Nei, ég bara vilja gleyma því að hann væri til, hann Freddie Prinze. Já, þetta var svona, skrítið. Og svo er ég á Prime, það er hérna The Terminalist, Dark Wolf. Þetta er framhald af væntanlega þáttum sem að hétt á Terminalist. Ég held að þar hafa hann verið hérna, hvað heitir hann? Chris Pratt. Já. Eitthvað Navy Seal eitthvað og gott ef að konan svo dóttir hans voru ekki myrtar og hann fyrir á svakalegt hefndatripp, sko. Já. Kemst þú að því að besti vinur hans er svikar og er sá sem að drafðar eða var á bakvið þetta. Og þetta er þá prequel og ég held að fókusin sé á svikarunum, vininum. Þetta Chris Pratt sé eitthvað til auka en ég á eftir að kíkja á þetta. En þetta er að gera, held ég, góð hluti. Á Prime. Já, hljómaðis. Hljómaðis. Ef þið vantar eitthvað fyrir peningin. Ég er að nota þetta, já. Ég er búin að vera bara í, Alien Earth og svo er ég búin að vera að horfa á Peacemaker. Seríu 2 sem er farin að stað á HBO Max. Peacemaker. John Cena. Já. Horfðu aldrei á Peacemaker? Já, sem er hérna, hann er í Superman universinum. Já, hann er í DC. Já. Og hann er með hjálminn. Já. Hann er svona vondukall eiginlega. Svona samt svona góður svona, þú veist. Antetja. Antetja. Já, hann átti smá innkomi í Superman. Sería 2 fer ferlega vel á stað. Þetta er ótrúlega spennandi, þetta er gott konsept, sko. Ég skal ekki segja meira því ég ætla ekki að spoila en ég mæli með þessu og mæli með hérna, það er búið að breyta intrónu sem er svolítið umtalað, sko. Því ég mannst eftir intrónu, það var Wigwam sem að gerði hérna In My Dreams sem var í Eurovision árið 2005. Þeir gerðu lagið sem sagt í hérna Peacemaker og það er búið að breyta sem sagt og það var heilt dansadri sem var í intrónu. Nema hvað núna er búið að sem sagt, skipta lag og breyta dansadriðinu og það eru svona miklu umræða þetta því að fyrra dansadriði þóttu svo ótrúlega vel hefnað, sko. Já, ok. Það var líka svo grípandi lag og þú veist allt þetta, sko. Já. Frábært. Já. Svo hérna, svo náttúrulega er hérna hvað heitir þetta? King and Conqueror. Balla-þættirnir, hérna 1066. Hvað konum 3 á Síman? Já. Og það var nú eitthvað, ég sá nú einhverjum íslenskum vefmiðlum var ekki síðustu hvað breskir áhorfendur og gagnrýnendur væri ekkert að pissa á sig og gleði, sko. Ertu búin að horfa? Nei, ég hef ekkert komið, ég hef búið með 1,5 þátt. Svo er ég búin að vera upptekinn við að horfa einmitt á Dexter og I Know What You Did Last Summer og eitthvað svoleiðis, sko. Ég hef búið með sko þess að 3, mér finnst þetta svona helstu vandræðin í þessu er handriti, sko. Þetta er smá rugglandi, sko, af því það er hérna nokkur einhver konungsríki, Mercia, Northumbria, Wessex og Normandy og maður er svo rugglar að það er aldrei neitt kort, það er aldrei neitt svona útskýringar og þetta er svolítið svipað með Witcher sem er Netflix gerði, sem voru svona fantasíu þetta sem að byggja töluleik sem að með gera allt og þetta er svona, þetta er allt svona reynir feti fótspor Game of Thrones nema það er einhvern veginn svona hvað segir maður, sagan bara svona bara dempist að stað, þú veist, þú bara droppar inn í miðunni og það er bara að vera að tala personur og leikendur og lönd og maður er bara svona, maður er erfitt með að sko koma sér inn í þetta, sko. En allt productionið, þú veist, er ógeðslega það er ótrúlega gaman að sjá íslensku leikarana og hvernig nota Ísland að það er ekkit eðlilega vel gert og bara, þú veist, þetta er, þú veist,
það ekki vandamáli en handriti að mínum að það svona mjög þess að fyrstu 3 þætti það hefði mátt vera aðeins svona hvað segir maður, aðeins að elda þetta lengur sko. Já, aðeins að elda þetta lengur og jafnvel, þú veist, eins og í Game of Thrones bara hafa kort, þú veist, eitthvað þú veist, í Game of Thrones, það var kort í intrónu en það var náttúrulega Westeros, þú veist, svona fantasíuheimur sem enginn skildi þú veist, þarna, þetta England, þetta Frakkland Normandi þá Frakkland Já, Normandi hluta af Frakklandi og var svona, barons eitthvað eða konungs eitthvað, ég veit ekki alveg þetta gerist náttúrulega á 1000 skiljum miðöldum en það hefði svona aðeins að svona útskýra þetta betur fyrir okkur Já, og alþjóða stjórnmálafræðin hún ekkert að hjálpa þér að ná þetta svona þetta smá ruglandi sko, svo þetta svona af því að svo líka sko að því að þetta ekki, þú veist, eins og í Game of Thrones, það er svo ótrúlega mikill brutalismi sko þarna svona, manni finnst svona að vera svona, það aðeins meira svona nútíma siðferði þarna sko og maður hugsa alveg svona, þú veist þú veist, og þetta virðist ekki vera svona fullu, ég veit ekki alveg hvort það rétt sko, en þú veist, þetta ekki að fullu R-rated sko, þannig að þetta ekki alveg viðbjörslegt þú veist, það hefði hjálpað að hafa þetta aðeins meira HBO skilur, aðeins meira svona viðbjör aðeins meira svona realismi nekt og blóð já, minni, þú veist, þetta hefur smá út af handritinu, það hefur þetta smá svona sábóperu keim yfir sér sko finnst mér, eftir þess að 3 þætti ég náttúrulega bara búið með eins og segja 1,5 og þetta náttúrulega við allavega stóð upp úr í mér það með það þetta náttúrulega feikilega vel mannað opbúrslega góði það nefnilega, ég algjörlega sammála sko en það, sko, ég ætla nú ekki að selja að dýra henni keypta en guðmóður okkar þess að þáttar, Kolbrún Bergþórsdóttir hún splæsti í ljósvakapistil í mokkanum undir fyrirsögninni kynlíf, ofbeldi og mikið leiðindi og hún er bara búin að gefa þetta á bátinn kynlíf, ofbeldi, það er hljómar samt eins og hún vilji minna það sem að væri það sem að geti redda hlutunum já, það þyrfti meira, hún vil minna hún er náttúrulega, við veitum nú alveg hvað kollokkur er nú borgaraleg og hvað segir hún náttúrulega fíla aldrei, hún einhvern veginn að Game of Thrones ég held að þetta koncept ekki alveg fyrir hana en ok, hvað segir hún? Nei, hún sagði bara, hún hefði hort á fyrsta áttin átti langar 50 mínútur við skjáinn og og eftir þennan þátt þá sagði hún ekki meir sagði ljósvakahöfundur við sjálfan sig og átti það að sjálfsög við að hann myndi ekki horfa á fleiri þætti í sérunni þannig að þetta sem sagt, Kolla lætur 1 þáttu og ætlar ekki að fylgja þessu alla leið ok, sko annars er svona mokkin, við tölum ekki oft mokkan þetta er svo ekki mikið, en Kolla náttúrulega er þar okkar kona sko og hún er sem sagt öflug í ljósvakapislunum og svo rak ég augun í annan ljósvakapislun daginn, þá var ég í bakararmeistaranum að fá mér 3 hæða grillaða samloku og amerikanó og það var þar var verið að mæra bossþættina á præminu og þeim var það Kolla líka? Ég ákvaði þetta hlýtti að vera Kolla bara í svo fyrirsögna nei, þá er þetta bara sjálfur Andrés Magnússon svona nýfskarpur og bara alveg spot on sko. Hann er mjög ánægð með Harry Bosch vinn minn sko. og alveg með allar tengingar við hollenska listmálaran Hieronymus Bosch í fyndinu og allt þannig að mokkin mælir með Harry Bosch en svo að það sé sagt sko, King Conqueror, ég er mjög spenntur að sjá hvernig framhaldið verður og þú veist að þetta er náttúrulega alveg reisa dæmi Battle of Hastings sko, þetta er eitthvað svona þú veist, víkingar og alls konar og ég hlaka til að sjá hvernig þetta kemur út sko. maður hefur alveg lesið þennan bardaga sko ég er nú ekki að spilla neinu þó ég tengi alltaf við að það er eitt þarna sem fær ör í auga sko, hann er svolítið legendary sko einmitt, fyrir mig ekki út í það hver nei, einmitt, akkurat Svo í bíó heiminum úti það, ég held að það hafi verið löng helgi hjá þeim Bandaríkjunum síðasta Labor Day Labor Day og það er þá helst að frétta að Weapons er komin aftur í fyrsta sæti í alveg hún þurfti að láta undan víkja fyrir þessu K-pop Demon Hunters sem er nú eitthvað annað sem við höfum einhvern veginn látið fram hjá okkur fara en Vísir og Magnús Jókum Pálsson er nú búin að greina Þurfum að fá hann til að koma inn og útskýra þetta Já, hvað er þetta? Þetta er eitthvað K-pop Demon Hunter sem nafni segir mér bara þetta séu náttúrulega, er þetta ekki svona kóru popparar og skopparar eldast við dímona væntanlega
og þetta allavega bara þetta er bara ógeðslega vinsælt og Netflix virðist vera með þetta samt virðist nú vera að gangi í bíó hérna í Bandaríkjunum og ítti Weapons til hliðar hérna eina viku en hérna ég sá bara eitthvað K-pop sko, það bara já ok, hvað crap er þetta og svo nú hefur sko ef það hefur verið að vinna á fréttabræðin þá verið Arnar Tómasson alltaf löngu búin að koma skoppandi yfir á borðinu okkar strákar, þetta er K-pop Strákar, eru þið búinir að sjá K-pop Demon Hunters þið verðið að sjá það þetta er svona, hvað, einhver fantasíumynd með einhverju kóraskri strákuljónsvöld væntanlega, sem er að eldastu dímona, ég veit ekki meir sko en hérna, merkilegt okay. en þetta er nú ekki það sem ég ætla að segja í þessu sambandi, að merkilegasta af öllu er að í öðru sæti í kvikmyndahúsum í miðasölunni í Bandaríkjunum síðustu helgi er 50 ára bíómynd hvað mennur? Jaws sko þetta er að tossa listanum í okkur sko. að við höfum ekki ennþá tekið bara heilan þátt í hana einhvern veginn fá okkur spekinga þetta er náttúrulega stórmerkileg mynd og náttúrulega fyrsti blockbuster já, eins og hefur komið fram hérna eða bara, má segja, Spielberg hafi fundið upp blockbusterinn 75 en skandallega við höfum ekki tekið sér það það er aldrei of seint sko nei, það er ekki of seint núna allan, út árið ég myndi segja að vera of seint 2026 já, þá erum við eins og bjánar 51 ár síðan Jaws kom út en sem sagt, Caught Stealing og The Roses með Benedict Cumberbatch og henni Olivia Colman var það lúta í læra haldi fyrir hákallinum sko það er rosalega en þá biti það gengur Caught Stealing í neitt Roses líka skemmtilega svona skilnaðmynd svona einhver húmorsmynd ég, sko, þau eru náttúrulega sko, Caught Stealing og heldur svona yfirleitt allstar að fá allavega mjög góða dóma en enginn að fara á hann í bíó og veitum hún er ógeðslega góð og skemmtileg en það er enginn að fara á hann í bíó ég veit það ekki, ég er ekki búin að kíkja hún er alltaf, hún er þá vantarlega í 3. eða 4. seti og eftir Jaws og Weapons úti sko. og já, ég veit ekki með Roses þetta er náttúrulega frábæri leikarar og endurgerð á hérna The War of the Roses með Kathleen Turner og Michael Douglas þetta er endurgerð og sennilega mjög frjálslega meðfærin endurgerð sko, þetta er náttúrulega ég var hérna síðúlingur þegar hann kom í bíó sko það nýtti Vító leikstýrinni og það náttúrulega heimurinn breyst alveg svakalega á hérna á þessum 30 árum sko en eftir að kíkja það eða ég veit ekki allavega, bara, mér finnst bara svo gaman að hérna 50 epísk hákallamynd geti mjög skemmtilegt, þetta er vantarlega mitt svona mynd sem að fólk veit sjá í bíó þetta trýta sjá þetta í bíó sko ég trúi því og svo hérna Alien Earth að því að hún gaman að þú ert byrjar á þessu þetta er helviti gott, maður fellur alveg þetta er mjög gott world building góða personur, gott action nóg mikil svona mysteria framöndan þannig að maður vill alltaf sjá meira þetta er alveg bara, þetta er til fyrirmyndar sko. þetta er einmitt, það er samt rosa mikið heit á þetta samt fyrir hvað? bara fyrir að vera ekki eins og einhverjum lúðum finnst að þetta eigi að vera sko og svo líka eitthvað að vera fyrir sig að þetta sé sem sagt nú vantar Arnar Tómas sko að þessir þættir sem sagt virðast svona hnýta þetta þannig saman að Blade Runner og Alien gerist í sama universe, sama kvikmyndaheimi það er niðurstaðan sko byrju, ég skil ekki þú veist náttúrulega sko Blade Runner og Alien eru náttúrulega tvær monumental myndir sem Ridley Scott gerir sko já, ok og þetta sé sami cinematic universe og sér til þess að hérna Timothy Olyphant svo frábæri leikari er hérna svona ljósari með svona hárgreiðslu og hann er að stela stílinn frá Roy Batty sko, Rutger Hauer í hérna í Blade Runner sko og er einhver að halda eru aðdándur að halda þið fram að þetta sé í sama já, þetta er eiginlega bara sko svo mikið markvist að þetta er bara hlýtur að vera sko finnst þið það? Já, ég var náttúrulega ekkert að pæla í þessu en þegar ég fór að sjá umræðunar þá, já, ok og það er líka svona tæknin og svo náttúrulega líka að því að sko í Alien og Aliens við höfum alltaf verið með svona eina tegund af þessum manngerfingi sem var Bishop og þeir félagar voru en þarna eru svona hvað, þrjár variantar af svona manngerfingum sko og þá vortu komið svolítið í Tyrell Corporation sem að framleiti replikantana í Blade Runner það var í einum af þessum þáttum sem þú ert að sjá fyrstu þremur þá er talað um The Eye Maker
hann nefndur The iMaker í Alien Earth og það var stór þáttur í plottinu í Blade Runner Harrison Ford fór að hitta mannin sem að sko bjóð til augun í replikantana Þetta getur verið sama heimur Þetta er sama heimurinn Þetta er sama heimur Já, ég held að við getum alveg sagt það og þetta er ekkert að valla tilvíðuna Timothy Olyphant sko steli hárgreiðslunni frá Roy Batty sko sem að, gerir þetta ekkert verra og nei, ég sko Það hefur engin áhrif, það þýðir ekki neitt Nei, breytir engu, ekki þannig sko En er nett Já, en þá er líka bara sami heimur þannig að þetta er ekki sama tímabil sko, sama tímalína en það er komnið 5 þættir þú ert búin með 3 og þetta eru svona eitthvað svona, þetta er ekki kannski allt geðveikt, en þetta er bara flott og þetta er gott Alien Mér finnst þetta bara fyrstu 3 þættir maður getur ekki beðið meira nema þú veist, einmitt talandi King and the Conqueror sko, þetta er svona, og handriti sko, þarna er svona, þetta er meira solid sko, þetta world building dæmi, strax í fyrsta þættinum þá bara er hérna samræður á milli þeirra í geimskipinu, já hérna jörðin er stjórna af þessum hér og þessum hér og þessum hér og þessum hér þú fær bara strax bara svona smá layout, þannig að þú skilur svona grunndæmið, svona heiminn það vann, einmitt King and the Conqueror, það vantar meira þannig svona, heyrðu, útskýrum fyrst hérna hvað er að gerast áður en við fara að ræða hérna heyrðu, hvað er hérna Sven frá Mercia, hvað er hérna þessi og þú veist, þannig að maður sé ekki svona rugglaður sko. Þetta er mjög, þú veist, ekki það að ég hafi nokkuð tíma að skrifa handrit og ég er bara hérna sófasérfræðingur að tjá mig ég höfum talað um það að við verðum að gera upp þetta Alien Earth í síðan þætti þegar þessu líkur og það eru þá 4 þættir eftir Fá hann ugluða? Já, jafnvel, sko eða eitthvað Blade Runner / Alien sérfræðing Nei, en ég bara ég er að nefna þetta núna, ég er að leggja líkjalegum þáttur 5 sem að droppa á miðvikudaginn hann er eiginlega amazing sko. Ég sá nafnið á honum þegar ég var að skrolla í gær og þátturinn heitir In Space No One punktur og allir ætti að geta botnað taklínun úr Alien Akkurat, ég hjó eftir því að þetta var No One Can Hear You Scream Akkurat, stærsta taklænan og þetta er klukkutíma þáttur og þetta er einhverjum kannski setja sér filler hann gerist allur borð í geimskipinu sem er í fyrsta þætti þetta er nú fáum við að vita hvað gekk á áður en að skipið krassaði fyrir það sem maður veit ekki neitt er þetta geimskip sem að krassar á jörðinni og það er serían og nema einmitt, við sjáum ekkert í fyrsta þætti Nei, nema náttúrulega fyrsta áttur það var mjög svona flott hvað þetta var rosalega bara líkt Alien, gömlu og ég hef heyrt það einhvers staðar að sé það að Ridley Scott kíkti á þetta og sagði bara hey, fuck, þetta er settið mitt þetta er bara algjör replika af sko gamla og þegar þau vakna úr frostsvefninum þá eru þau í svona ósexy gráum nærfötum eins og Sigourney Weaver var í sko 79 þannig að nei, þetta er bara og eins og við bara sá einhvers staðar sko sjórunnerinn Noah Hawley sem ánum heiður hann að Fargo eins og við höfum sagt áður hann skrifar handrita þessum þætti og hann leikstýrir honum og þetta er bara lítil klukkutíma löng Alien-mynd þetta er bara, þessi þáttu getur staðið eitt sko þannig að jafnvel haters eða þeir sem ætla að sniðganga Alien Earth ættu að kíkja bara á þennan þátt sko. Algjörlega, ég sammála því og eins og ég sá hjá einhverjum kritikar úti á interneti whether you're caught up on the show or not it's worth watching episode 5 which also happens to be the best standalone entry in the franchise since 1986's Aliens Það er sick Þetta er mjög flott Það er rosalegt statement Og svo líka þegar við vorum að tala um það er náttúrulega ekki bara xenomorfið sko, það er svo mikið af ógeðum sem er búið að safna saman mikið af skipi, pöddum sko skrimslum og eitthvað ógeð alls konar geitungar Þetta augna skrimsli, þarna er alveg sérlega heillandi viðbjóður Svo við skulum passa spoiligin Við bara augna skrimsli hvað spoiler, þú veist ekkert hvað það er Það er viðbjóður Það er rétt Heyrðu, annað náttúrulega þetta er að byrja ballið ég held að ef við myndum spóla ár aftur í tíman eða 2 ár aftur í tíman í Teiratopnum þá fáum við örugglega þátt í byrjun september sem þú ert að býstast yfir í að við getum aldrei komist yfir allt sem er framöndan og það er svo mikið í gangi Þetta er 'tis the season sko Núna byrjar sjónvarshaustið fyrir alvöru og það sem er sko bara yfirvofandi í þessum mánuði sem er nú bara nýbyrjaður það er Only Murders in the Building eina fyrir enn Ég held ég ekki klára síðust Nei, ég er peppaður en þú
GNV Woohoo, ok, ég er spenntur í Tulsa King Stallone Klára aldrei fyrstu, en Ha? Já, ég klára aldrei fyrstu Nú? Nei, Þetta er þessi þriði eða fjórða Aha, Já, Taylor Sheridan. og þetta síðast endað á cliffhanger þannig að það verður ok, spennandi fyrir okkur sem erum að Spennandi fyrir mig og Henry Birgi og Benna Bó þá er þetta mjög spennandi og svo náttúrulega Slow Horses season 5 Það er náttúrulega vantilega hápunktur hjá okkur sko Þetta er svo gott já, Þetta er svo spennandi gott, já, og þetta er byggt á að gert eftir náttúrulega bók 5 þetta er bara í alveg réttrið og ég ætla nú bara að taka hann aftur en hún minnum mér alveg ógeðslega fyndin hann Roddy, tölvuhakkarinn heimska hans er svolítið mikið ábyrjandi í þessu Já, ég sá það í trailernum, hann verður svona í smá aðhluturki núna já, Það er skemmtilegt, það er gott gaman að því og svo er alveg bara hellingur sko, Task Mark Ruffalo FBI agent eitthvað í Philadelphia sami sjórunur gerði hvað heit hún með Kate Winslet Mayor of Easttown nei. Ég er engur nær Nei, en bara þú veist FBI spennu þættir með Mark Ruffalo sko ég líst vel á það er 7. september HBO og HBO Max og svo er þetta Paper hann er vinnurinn Domhnall Gleeson leikur eitthvað drítstjóra á eitthvað truth telling þetta gerist á blaði Gerist á fjölmiðli eitthvað fyrir okkur Þannig að maður verður að horfa á þetta Við erum að kíkja á þetta og svo þetta er nú bara það er Netflix með þess að þetta er nú verið bara skrifa fyrir því sko House of Guinness frá Stephen Knight sem er náttúrulega frægast fyrir Peaky Blinders sem er náttúrulega frábæri þættir þetta er sem sagt sönnsaga Guinness fjölskyldunar í Dublin 1860 okay. og segir já, þetta Guinness er nú vítbjór mjög ógeðslegur Finnst það? ég sko Mér finnst það ekki smakkast eins og svona svartu bjór sem er mjög skrítið já, þetta er allavega þetta er skömmu eftir dauða Sir Benjamin Guinness 1860 þá sagt, fer þessi atburður á svo stað Tekur við svona barátta ættarveldi Já, uppgangur bjórveldisins sem allir þekkja og þetta er á Netflix 25. september Ok, ég er spenntur Þetta er gott koncept En það væri nú líkt Netflix að fokka þessu upp Jú, en þá sko, tryggingin er þá ætti að vera Stephen Knight sem að gerir ekki þetta er þetta bresk framleiðsla hann Peaky Blinders er náttúrulega bara með því besta sem hefur komið síðustu árin en Guinness sko ég er náttúrulega allir veit náttúrulega var mjög öflug fyllibita En þú varst aldrei mikill bjór Nei, aldrei hrifinn af bjór og sko það er sko Guinness Campari og líkuð vodki þetta er svona, það voru til áfengistegundir sem að sko alkin ég gat ekki drukki sko, ég alveg bara Þú segir Campari Ég segir Campari ég er svo gammal sko Nei, ég fíla það ekki heldur Nei, ég er líka sko bjórreitt sko ég get náttúrulega að drukki svona eitthvað ljósan lager en sko svona malt bjór svo seig Hvað segir það mig eins og með Guinness? Já Ég hefði haldið að það er svona stát bara ég nefnilega fíla ekki stát svona dökkan bjór en það er ekki þannig bragð Guinness er einhvern veginn öðruvísi sko Já, okay. Hann er einhvern veginn ferskari sko. Og nú fáum við eitthvað sagt frá fjölmiðla stofu fyrir að auðlýsa áfengi hérna í þessu Ég er náttúrulega líka svo matvandur ég borða ekki mikið og það er bara áferð og útlit á mat getur orðið þess ég smakkaði ekki eins og ég geði ekki séns Nei, ég skil og Guinness er þannig bara, þetta er svo að segja leka svona síróp eða tjara í glasið Ég hef náttúrulega farið, hef ekki sagt þér Ég hef farið í upprunalegu versmiðuna í Dublin og drukkið þar og hann er bestur þar þegar þar er hann bara beint af gunni sko. Þar er hann smakast bara eins og vatn sko. Og hann er vatn er nú ekki sérstaklega nei, en þú veist sko, þetta er, mér finnst það svo skrítin út þegar þú veist, ég er nefnilega sammála ég drekk helst ljósambjór ég er ekki mikill, þú veist, maður var alltaf í ykkur að smakka ykkur pale ale og eitthvað, þú veist, hvað heitir þetta allt IPA bjórar og allt svona dæmi Núna vil ég eiginlega bara helst fara í ljósan skilur við, bara eitthvað lager bjór skilur við en Guinness, hann smakkast ekkit eins og svona stát svona þungur, dökkur bjór hann er ekkit þannig, hann er öðruvísi sko og ég fíla hann og ég er aðdáandi sko, splitta genu, hefur prófað það? Þú náttúrulega getur ekki, þú stættur að drekka það er aðaldæmi, það var aðaldæmi þú veist, það sem þú ert að drekka og svo reynur að ná línunni sko þú veist, þannig að þú drekkir að genu, miður genu splittaði sko
Það alltaf mér sko, ég ekki mjög góður ég aldrei náði sko. Splitta genum. Já, splitta genum. Eignast börn, splitta genum. Nei, þetta bjór sko, já, ég náttúrulega á alls konar svona vini sem eru svona mikli svona, einmitt, bjórmenn, það tala eitthvað stát, ég veit alla hvað það sko. Sveit Vóge sem var gestur minn meðan þú varst í útlöndum, hann til sem verið bjórskólakennari árum saman sko, og mjög hrifinn af alls konar. En ég bara sko, ég náttúrulega mjög basic, bara Stella Artois, það var bara minn go-to bjór sko. Já, Stella. Já. Ég skil það. Já. En núna maður náttúrulega, þú veist, maður bara light sko. Já. Light til að vera sæt eins og vinkun okkur komið gott segja. Já, segja það. Já, segja það. Ljós á þær. Risaljós. Nei, en svo náttúrulega þegar ég var náttúrulega fyllibita sko, þá var ég meira að horfa sko í skjót áhrif og prósentu, þannig að ég á tímabili var bara elefant uppáhaldsbjór minn bara. Elefant? Já, ég og amma Ég hef ekki smakað. drukkum elefant saman sko. Ég hef ekki smakað. Þá þetta var 2 litla dósir, þá var ég orðin vel svona vel mjúkur sko. 2 litla dósir. Það er alltaf ógeðslegt samt að vera sko drekka svona bjór sem basically bara eins og brennivín sko. Náðu þú aldrei, Tóti, þegar þú varst að drakka, náðu þú aldrei light-byltingunni sem hefur orðið það? Nei. Glúten. Þannig að núna allum þess að þetta er örugglega svo, ég vona að sé engin krakkar að hlusta það, ég veit það ekki. Smá samskapið yfir samræður sko. En, þú veist, light-byltingin, þú veist, þetta glútenlausu bjórar. Já. Þetta þýðir það bara, þú veist, þetta hefur ekki sömu áhrif á þig. Það fitnar ekki að mikið það á að vera pælingin, en mér finnst þetta líka bara einhvern veginn, þú veist, ég veit ekki hvað það er og ég veit ekki hvað ég er að segja það, en basically bara, þú veist, þú finnur svo mikið munaður að þú drekkur sko glútenlausan bjór, skilur Það verður maður ekki fullur eða? Þú veist, þú verður fullur, jú, en þú veist, þú verður ekki eins ónýtu daginn eftir. Já. Það er eitthvað með eitthvað, þú veist, ég kann ekki útskýra þetta, en ok, áhugavert. En já, leiðilegt, þú veist, ekki leiðilegt, en það hefur, þú veist, að þú hafi mistað þessu, sko. Já, ég hef nú sennilega ekkert stokki á þennan vagn. Nei, þú hefur líklega ekki. Vanafastur, sko. Og já. Ég held að þú hefur fílað þetta, reynda, sko. Já. Þetta er gott, Já, en sko, já, elefantin er náttúrulega danskur, sko. Já. Og er náttúrulega hvað, þetta er ekki 7, eitthvað annars svona að dansa við 8 held ég %, sko. Og það er okkur finnst stöðnum bara að vera eins og pilsner, sko. Já. Þú veist, við Dóra vorum að þvælast í Köpen daginn og Danir eru náttúrulega mestu fyllibittur allra tíma. Já, þeir gera það svo vel, sko. Það fórum við Faró Cigarer, nördabúðirnar í Köpen, sko. Ok. Og það er bara gata, ég held að vera sko Sem er bara nörda gata? Já, ég held að vera sko 5 Faró Cigarer búðir í einni götu. Það er sko ein fyrir spilin og ein fyrir cosplay og ein fyrir bækurnar og myndasögurnar og dótið, sko. Ég hef ekki heyrt þetta. Ekki? Nei, hvað segir það um mig, eða? Ég bara veit ekki hvað ég á að segja við þig. Nei, allavega Dóra fór með mér í búningabúðina og þá tók svona glaðlegur, feitur Dani með skegg og spurði þú veist, það var svona kaupa svona hjálma og sverð og svona. What good do you? Já, spurði hann hvort að hann mætti ekki bjóða henni smá mjöð með, eins og þeir drekka í eitthvað, þú veist, Middle-earth eða Westeros eitthvað og Dóra, já, ok og svo, þetta er ekkert áfengi, sko, þetta er bara svo rauðvín sagði Daniel, sko, þetta er áfengt, sko, en þetta er bara svo rauðvín, sko, þetta er ekki áfengi. Þú ert ekki að tala um áfengi við Danan nema þú sért að komin í einhverja almennilega prósent. Já, nema þú sért komin í 40%, 20%, já, einmitt, akkurat. Einmitt. Svo er allir alltaf rallhálfir og drepast og lifra sjúkdómum alveg hægri vinstri. Já, það er skrítið. Já. Það er ótrúlegt. Já. Herðu, þetta var alveg góður útúr, alltaf gaman að rifja upp góð geitunga að bjóra útúr. Já, alltaf gaman að rifja upp fyrir maður að fyllibita. Herðu, en allavega Netflix, þetta Thursday Murder Club. Já. Þú varst alveg vel spenntur í síðasta þetta. Já, mjög vel spenntur. Þá varst að sjá væntanlega eitthvað synopsis eða trailer eða eitthvað. Já, ég bara sá þú veist, Thursday Murder Club og svona Murder Mystery, ég er náttúrulega mikill svona, þú veist, hann er maður eins og þú veist. Og stóri leikarar, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, Helen Mirren, einmitt. Svo bara kemurljós, þetta er bara Netflix fróða. Já. Og nú ræðum við þetta bara hispurslaust og passa ykkur spillum og hlustundur og þetta er ekki þegar þú ekki að segja ykkur morðingin þetta er náttúrulega svolítið Agatha Christie þetta er svona Agatha Christie en mér fannst bara, þetta hélt mér ekki sko, mér fannst þetta að fara ágætlega á stað svo bara einhvern veginn dettum maður út úr þessu, skilur þetta er ekki alveg nógu spennandi og það er einhvern veginn ekki nógu mikið build up einhvern veginn og
sjá Helen Mirren og Pierce Brosnan maður búin að sjá þau, þú veist, í Mobland sko, þú veist, og maður veit hvernig þau geta verið og leikið saman og sjá þessu í þessu maður alveg, sko. Þau eru alveg flott og minnst þetta liðað flott svo, Pierce Brosnan er ofbóðslega myndalegur eldri maður hann eldist alveg ofbóðslega vel sko. Hann góður, já en þarna, já, þetta er byggt á þessum bókaflokki, eða fyrstu bókinni í þessum bókaflokki Richard Osman sem sagt 50 dags morðklúbbin sem sem sagt fjóra manneski sem eru á svona ferlega kósí lúksus elliheimili. Já, þetta er eitthvað rosa kósí. Þetta er alveg svona eitthvað algjör lúksus dæmi, sko. Og þau sem sagt yfirtaka púsluherbergið í elliheimilinu alltaf á 50 dögum og eru að leysa cold cases eða svona fara yfir gömul morðmál og leysa þau. Svona alvöru morðmál. Já. Eins og maður gerir. Já, svona true crime. Ég get alveg getur verið góður þessi, ekki mikið ólestum morðmálum í Íslandi. Jú, já, alveg bara Guðmundur og Geirfinnur. Þau eru öll flokkur sem mannskvörf það er ekki eins og vita hvort það sé morð, það ég vil leysast morðmál á Íslandi sko á sólarhring. Já, einmitt. Já, þetta er bara eitthvað svona einmitt bróður eða vinur eða kærasti. Það er ekki mjög framaleg svona frumleika í morðum sko. Einmitt. Heyrðu þau, allavega, þarna eru þau sem sagt, þetta eru Ben Kingsley sem leikur hann Ibrahim og Helen Mirren er hún Elizabeth og Pierce Brosnan er hann Ron og Celia Imrie sem leikur hann Joyce og svo er þarna 5. hjólið, það er Jonathan Pryce sem leikur Stephen, eiginmann Helen Mirren og hann er ekki í klúbnum, hann er bara heima og er með Alzheimer og frekar tæpur og fyndi að því að sko Jonathan Pryce leikur Avan í Slow Horses sem er líka með Alzheimer sko. Alveg rétt og hann líka hann hefði ekki þetta skipt búning sko, hann hefði ekki bara lappaði og næsta sett sko. Svo ógeðslega fyndið þegar að hún klæddi sig upp og hann sagði you look like the queen og ég bara, þetta er einhver svona, hún leik náttúrulega The Queen og hann leik náttúrulega Philip í The Crown það var einhver in-joke hann og sem sagt, já, svo er sem sagt, verið störu tveir athafnamenn sem að eiga þetta elliheimili, annar á gamla frænku á elliheimilinu, hinn vill bara selja þetta og rífa þetta og byggja. Gæðin sem á þetta, sem að vill halda þessu, hann er bara í öllu, hann er í King and Conqueror, hann var í Mobland, þú veist, hann er bara í öllu sá leikari, sko. Við þurfum aðeins að ræða það, sko. Já, viltu gera það núna? Þetta er hann Geoff Bell. Hann er geggjaður leikari. I love him. Frábær og hann heitir Tony Curran í þessum þáttum, þessari mynd og já, hann er einhver Godwin í King and Conqueror. Hann er jarlinn af Wessex. Já. Og svo er hann Richie í Mobland sem er mafíufóringi óvinaklíkunar sem er í haturum stríði við Pierce Brosnan og Helen. Hann er eiginlega bestur þar sko. Já, og hann hefur svo verið eitthvað meira hjá Guy Ritchie, þetta er náttúrulega Guy Ritchie er náttúrulega maðurinn á baku Mobland sko. Og þetta er ógeðslega skemmtilegur leikari og svona kannski ekkert ósvipuð típa Gæinn í Mobland og þessi frændi, þetta er svona krimmalegur, skurkalegur stórbokki sko. Og hinn Gæinn er David Tennant sem er náttúrulega alltaf frábær sko. Og svo er svo er þessi Tony Curran sem sagt vill bjarga elliheimilinu fyrir frænku sína, hann drefinn. Þetta virði svona þetta dæmi bara, þegar þetta er að gerast í myndinni ég er svona, mér finnst þetta ekki nú spennandi. Ég veit ekki hvað það er. Og svo einhvern veginn, svo líka bara og bara fara spoiler, bara spilli territory, skilju. Þú veist, einhvern veginn, þeir finna morðingin, skilju, það er eitthvað svo það er alltaf auðvelt. Já, og það sko allavega, en fjóreikið sem sagt ræðst í það verk að leysa þessa morðgátu alveg því að þau eru náttúrulega bara að reyna að bjarga elliheimilinu sínu, það er nú svolítið þau eru ekki alveg á einhverjum svona þau eru hagsmunatengt og en þarna eins og ég, David Tennant leikur hingaðan og þetta er fullt, við erum búin að telja bara nöfn sko og ég hef gert nokkra atriður að þessari bók. Ég hef búin að reyna að hlusta hann á Storytel á íslensku. Þetta er bók? Já. Hver skrifaði þetta? Hann heitir Richard Osman og það er orðna nokkrar sko. Þetta er ógeðslega vinsælt sko. Þetta er alveg það sem gamla fólki er bara aftur og aftur að leysa morðmál sko. Og þetta er alveg, sem sagt, ég hugsa að Netflix er alveg bara þetta er búið að skila sínu og á pappír er þetta solid hugmynd, það fá bara geðveika leikara, murder mystery. Já, í náttúrulega bara eftir ógeðslega vinsælt skáldsögu.
en ég er semst búin að reyna að hlusta á þetta á ensku og Audible nokkru sinnum og íslensku Storytel, ég kemst ekki inn í þetta. þetta svona lélegt? Nei, ég veit ekki, þetta getur bara verið ég líka, þetta næri mér ekki sko, nei, þetta er vantilega ekki lélegt. Þú ert vandamáli. Sennilega sko, þannig að en, og þetta er allt rosalega fínt og flott, eitthvað, þú veist, geggjaða leikarar, en einhvern veginn, þetta er svo örugt, þetta er svo áferðanfallegt og eitthvað hættulöst sko. Þetta er bara svona líður, þetta er svolítið bara í svona Agatha Christie feeling, þetta er bara Miss Marple eða eitthvað svona allt. En ég hefði vilja, þú veist, ég veit ekki hvað ég er að segja þess vegna er maður sófasérfræðingur. Ég bara, grunnkonseptið bara að sagan, þetta var ekki nóg spennandi sko. Nei. Allan ekki fyrir mig, ég er sammála því, þú veist, þú ert að tala bókina, bara eins með þessa mynd. Ég er bara svona dætt í síman bara í miðri mynd og bara, þú veist, og svo bara það er búin að lesa þetta, það er einhver mjög skuggalegu gæi og hún segir, ég held að þú sér morðinginn og svo kemur ljós að hann er morðinginn. Já, var það þannig? Það var þannig. Já. En allavega sko, veist, þetta, ég er samt að búin að heyri fólki, ungu fólki sem að finnst þetta bara frábært mynd. Já, það skemmt sér bara opaslega vel, bara hló mikið og hafði gaman að þessu. Kannski er ég svona neikvæður. Nei, það er ekki þetta gæti verið miklu betra, þetta hljóta að vera. Þetta er líka marga personur og þetta er bara stutt, þetta er ekkert löng bíómynd sko, þannig að þetta er rosalega mikið á yfirborðinu. Hún er samt allt og löng með ég er ekki samlega hún sé stutt sko. Nei. Mér fannst bara, ég horfði bara klukkutíma inn, klukkutíma eftir 2 tímar. Já, hún er 2 tímar. Hún er hálftíma löng sko. Bara gerir óvið sko. Sérstaklega þetta er svona basic plot sko. Já, en hún er alltaf stendur í 76% á Rotten, við tölum við síðasta það er allt og hátt. Já, því ég tók náttúrulega væntingastjórnun náði í síðasta hætti með Bender og Empire gaf 2 stjörnur sem er nú ekki það er mjög viðandi, það er bara þetta er þannig mynd. En ég hafði mest gaman að ég bara að horfa á þessa leikara sko, og þá kannski eiginlega mest Ann-Joff Bell að leika þennan Tony Curran og David Tennant sem er bara heilagur hjá mér, hann er bara ég hef ekki séð hann klikka í einu aldrei. Ég er bara samla, hann er ekkit eðla skemmtilegur og mér fannst Helen Mirren líka frábær. Já, hún er óslega góð. Og Pierce Brosnan fekk launaseðilinn bara. Já, og bara alveg skemmt að bara verið að koma beint úr Mamma Mia. Hann var eitthvað verkalýsfóringi eitthvað, hann er bara alltaf eins sko. Og ég hef náttúrulega aldrei fyrirgefið honum fyrir hann ógeðslega fake íslenska reym sem hann setta á í Eurovision-myndinni. Lars, what are you doing? Ég er bara Pierce Brosnan, eftir að ég sá það er ég bara, hann er bara latur lélegur leikari. Sorry, hann nefndi ekki einu svona kynna sig hvernig íslensku reymur er. Lars, what are you? Hann tók bara eitthvað norskan reym sko. Ég er eiginlega brjálað þegar ég pæli. Hann er latur og lélegur leikari. Hann bara mætti hann bara mætti og þykkur launaseðil og fer og er fallur. Hann er flottur og hann lítur vel út. Ég er brjálaður. Já, trilltur. Ég var ánægð með hann þegar hann GoldenEye kom loksins á langt hlé á milli Bonda og hann frábær. Það var fyrsta Bondmyndin með honum, já. Hún var góð, ekki? Og hann er alveg ég fyrir að horfa á hann aftur. Já, það er ekkert mjög var ekki hún sem Sean Bean var í það? Jú, einmitt. Og drafst 006 eða eitthvað svona. Herðu, já, en þetta er svona, já. Hvernig varst þið myndið? Hvernig varst þið plottið og morðinginn og allt þetta? Ég náði aldrei einhvern veginn að festast, ég bara, já, ok. Og svo bara, já, þetta er bara svona. Þetta er svona Netflix fróða, sko. Þetta er rusl. Já, og þetta er frábæri leikarar. Og Chris Columbus er þarna leikstýra þessu. Svo sá ég það, ég var heartbroken. Já, hann kann nú verka, sko. Ég er nefnilega maður, og við tölum þetta og ég er búin að gleyma því. Svo er ég horfað á þessu mynd og ég bara, svo er þetta búið directed by Chris Columbus og ég var heartbroken. Ég bara, þú getur betur. Þú hlustar ekki að tveir á topnum, ég held ég að sagt þetta í síðast. Ég veit að ég er að segja, þú sagði mér að ég var bara búin að gleyma því, en þú veist, en er þetta ekki svona svipaðan sem er King and Conqueror, það er handritið sem er vandamáli? Jó, en líka, sko, mjög vinsaldir þessara bókar, þessara bókaflokks, og ef maður haldir, kannski er bara verið að, sko, fleita eitthvað úr þessari bók, sko, sem er eitthvað meiri dýft eitthvað, allavega þá líka persónunar, þetta er allt bara svona einhvern veginn svona mjög staðlaðir fulltrúar ákveðin að galla eða bresta. Hvað gerði Ben Kingsley í þessar mynd? Ekki neitt. Bara vera svona hann gerði ekkert. Vera svona eitthvað, já. Hann hafði ekkert hlutur. Nefnum að vera einmitt. Vera krútlegu gamanskap. Og náttúrulega skemmtilegast að persónan er náttúrulega í þessum hópi er náttúrulega Helen Mirren og hún er nú kannski mest svona að leika eða sína eitthvað tiltrið. Hún er ekki eins og hún var í Mobland eða hún er allstaðar núna náttúrulega áttræð og líka því hún hefði getað verið sko
svona stokki upp í Bentleyin og komið brunandi úr Slow Horses sko, því að hún náttúrulega var með eitthvað leyniþjónustu bakgrunn sko, persónur hennar sko. Já, einmitt, já. Á meðan Ben Kingsley samkynneður sálfræðingur og Pierce Brosnan eitthvað svona köflóttu skýrtu Gunnar Smári. Já, verkefælisliðtaði alltaf með nefn lofti að skipulegja mótmæli. Já. En sko, já, en veist, ég skil alveg, það mun allir horfa á þetta og þú veist, væntanlega bara fær Netflix sitt út úr þessu, þau fengur peningana sína og svo bara gleymur svona alltaf, kreditlistin ekki búinn sko. Nei, það mun enginn tala svona mynd og þetta bara svo, ég veit ekki, fer í töðunar á mér, þetta eiginlega svona fullkomna dæmisaga þetta streymisveitu tímabil sem við erum á núna, það sem bara verið að drulla út efni. Já. Fá geggja leikara einhverja sögu sem á make sense á að vera flott konseptið, þú sér þetta og bara wow, ég ætla að horfa á þetta svo horfa á þetta skilur það er líka Netflix engin sál í þessu Nei, og Netflix líka að taka algjörlega svona safe betta því að það er búið að vinna markaðsvinnuna fyrir þau sko og það er milljónir manns búin að lesa þessa bók og næstu bók þannig að þau geta alveg gert framhald Alltaf að vera gert Ég veit það ekki, þetta er náttúrulega svolítið svona þó að fólk sér svona komið af léttast skeið þá er þetta rosalega vinsælur og mikið bókaði leikarar en svona það fyndi samt sko að Helen Mirren og Pierce Brosnan eru saman í Mobland með honum hann að Geoff Bell sko og þetta lið bara maður sér bara fyrir þetta getur bara stórt kvikmyndaver og þau bara lappa bara milli herbergja sko bara lappa úr Mobland bara inn í þetta, já, við erum að taka þetta upp hvað erum við að gera líka í dag og hvað erum við að fá okkur í kvöldmat og en svo þarna sko, svo hann Paul Freeman þarna í litluturki og hann frægastu fyrir að vera Belloc í Raiders of the Lost Ark hann sem sagt eiginmaður konunar sem að deyja og í dáinu í kóma alltaf já og hann var í Hot Fuzz það kemur náttúrulega ljósið mitt þið leysa náttúrulega málið þarna með hvítu konu það plott líka ég var búin að gleyma þessu plotti ég hef ekki minnst á þetta Cold Cases bara maður eitthvað, horfa á þetta maður eitthvað ok, þessi kona sem í dái tengi ekkert við hennar gamla kall kannski þetta líka því ég ekki allir lífeyrisþegi það getur líka ég held að einmitt að sko hvað ég 54 ára svona fólk svona 10 árum eldri en ég og upp úr þetta fólk sem að sko fíla þetta í tætlu sko. bara lofa þetta já, algjörlega sjáu hvað ég get gert bara svona fyrir þetta bara einhvern veginn hanna fyrir svona en þetta allt svolítið svona settlegt og rosalega rólegt og það ekki mikill háski í þessu sko þetta allt svona frekar en ég stið það alveg og ég stið alveg svona og Chris Columbus bara stórkostlegu kvikmynda að gera maður og hann nákvæmlega í þessu skilju eitthvað svona settlegu og næs og þælu en það má samt alveg vera áhugaðar personur og áhugaðar sögur já, helst sko og svo ég haldi nú áfram aðeins með stofnuna minni sko, þá sem sagt Paul Freeman var Belloc í Raiders of the Lost Ark og var í Hot Fuzz svo var hann í The Long Good Friday frá 1980 væntanlega ég svo myndi það nei, glæpamynd Bob Hoskins undir heima kongur í London og þar eru líka Pierce Brosnan og Helen Mirren pældi því Long Good Friday, heldur sem frá 1980 Helen Mirren eiginkona Bob Hoskins sem aðal glæpakallinn og ég held að þessi fyrsta kvikmyndahlutverk Pierce Brosnan, hann írskur hitman sem sett til höfuðs Bob Hoskins ég held að hann segi ekki eitt einasta orð í allir myndinni sko. hann að víða liggja þræðir sko. Víða liggja þræðir já, svo varst ekki trefna glæpamannum sem fór huldu höfði og var blómaskreitir alltaf að klippa rósir var það þessari mynda? Já Helen Mirren fer og hittir svona blómaskreitingamann sem situr og klippa rósir og var ekki alltaf hann klippir putta af fólki líka sko, hann vondur sko þetta Richard E. Grant sko, hann var pappin í Saltburn en þetta ekki eftirminnilega það ég hann var þriðji partnerinn í að eiga elli heimilið sko Richard E. Grant Saltburn já, ég man eftir hún í Saltburn ég veit hvað leikari þetta sko. þá ónefnd og hann ekki skildur Hugh Grant Richard E. Grant, bara hann að koma frá alls ekki, en þeir eru góðu vinni já. Richard E. Grant legend sko, Whitney og svo það löggan sem sagt, Naomi Ackie sem að leikur lögguna Donna de Freitas
löggan sem að kemur á hún kemur svona þess að hún á einhverja sögu semst úr rannsóknarlöggun í Skotlandi en einhverju þetta vegna hún farin að vera umferðarlögga í þessum smábæ eða hvað þetta kemur á elli heimilegur að fræða eldri borgarnum öryggisnappa Já, alveg þeir hún leik náttúrulega í þessi leik hún búin að vera út allt nefnilega Star Wars, hún leik í Star Wars hérna Rise of Skywalker ekki margir sem mun eftir henni þar hún leik í myndin okkar Blink Twice hún leik í henni hún rosalega up and coming hún leik í Star Trek ekki? Enterprise? Ég myndi ekki vita það ég geti verið að ruglast á leikunum hún í Mickey 17 allavega alveg rétt Mickey 17 og svo leik hún Whitney Houston í I Wanna Dance With Somebody wow. hún er út allt kom við og svo bara svona einn svona tenging hún leik í The End of the Fucking World já ég horfði aldrei á þá og Geoff Bell var líka í The End of the Fucking World þannig að þetta hefur bara verið svona eitt stórt reunion bara liður sko og hún er alveg löggukona er alveg svona allt í lagi sérmennandi þetta er svona bara þetta er svona hún verður þeirra insider í löggunni einhvern veginn mér fannst það reyndar, ég skal gefa einmitt það var eitt atriði sem ég var að selja með henni sem mér fannst mjög skemmtilegt ég er nú ekki bara að tala neikvæð einmitt það verður alltaf fálega neikvæður þegar að gamla kona var búin að reikna út að hvað það tekið langan tíma að fara þangað þess vegna geti þess ekki verið morgin og svo spyr hún og segir þetta við hann kallinn og hann ég veit ekki, svo koma lögreglumenn sem voru að gera þetta það var ekkit eðlilega fyndið atrið mér finnst það mjög skemmtilegt þannig að það hefur við alltaf fundið eitt atrið klálega, þú veist, og það voru alveg sprettir þetta var ekkit á dýftinu og svona ekta akutu Kristi þegar það er líka verið eða miklu tími að kasta grun á fullt af persónum sem einhvern veginn og annað atrið sem er skemmtilegt þegar hún kemst að því að það hafi verið fram í morð hún fyrir að ná í þau öll það var svo skemmtilegt og Pierce Brosnan var á reynslu trial member og Pierce Brosnan sem ég var að drulla yfir áðan var í sundi það var skemmtilegt gott maður er ekki bara neikvæður maður er líka jákvæður nei, enda líka skiptir engum máli hvað við segjum þessa mynd maður horfa allir á hana og maður er bara svo fast sérfræðingur maður er bara að byggja þetta allavega þá ef þið er ekki búin að sjá þessa mynd þá er svona smá væntingastjórnun þetta er á pappírnum getur þetta það er hægt að blekja pappírnum einmitt, algjörlega það tikkar þetta í öll bóks herru, klullari og tæmindur djöðlega eru góður herru, við erum alltaf búin að minnast á Rekus eða ekki? Hvað við erum frábæri aðstöðu hér Já, hjá Rekus og við erum búin að koma okkur notalega fyrir hjá Rekus á Laugavegi 27A og í þessu portið sem að Dixon Lounge er beint á móti við vorum að tala það í síðustu Þetta er svo bara geggjuðast fyrir þú veist einstaklinga og hópa og vinnustæði eða vantar rými þetta er náttúrulega bara ég held bara alltaf kalla þetta skrifstof, hótel skrifstof og leigu til þess að hafa eitthvað utan þetta Var ég ekki búin að segja þegar ég var á Akureyri ég grípa fram í, ég fór náttúrulega á Siglufjörð og ég var á Akureyri og þú veist, Rekus er allstar með þessum Siglufjörði ég var bara, þú veist, það líka ég hef tekið mynd af þessu þegar ég sá þetta á Siglufjörði ég bara, hér er Rekus Rekus er allstar Siglufjörði náttúrulega er the place to be og þá er Rekus þar náttúrulega algjörlega það er engin bær komin á kortin nema Rekus er búið að planta sér það nákvæmlega og er náttúrulega út allan heim einmitt, akkurat og þarna þetta er bara svona líka getur spara svona, alveg saman hvort einir gert með bara rekstur, bara stort fyrirtæki þess svona getur spara þessa yfirbyggingu það er ekki að eiga húsi sem úr og svona bara getur unnið þetta er framtíð já, algjörlega þetta er svona hybrid, þess að Tommy Rekus segir hybrid working og talandi Tomma, hann var nú réðist á gráðan og kráð okkur svör við því hvenær kemur Scarface 2 Þetta var fárlega góð spurning þetta var í alveg, þetta meikaði svo mikið sens þegar hann sagði þetta hann hlópið fyrir þetta í myndinni hann er bara reiknað út að Tony Montana, Al Pacino hefur náða geta Michelle Pfeiffer barn áður en að hann er eftirminnilega skotin í tætlur í lok Scarface og nú er bara breyttur heimur og Tony Montana Jr. bara getur átt sviði Já, þetta er mega sens það er ekki lengur að vera að byrjast með dollarina í sekkjum, heldur er þetta bitcoin þannig að bara við tökum bara undir með Tommy Rekus og lýsum furðu okkar á því að það sé ekki fyrsta lagi búið að gera þessa mynd eða allavega að skrifa handritið
og Brian De Palma ekki eins og döðu sko það væri enda þetta Halló let it happen, segi ég nú bara make it happen Heyrðu, svo bara smá hérna í restina 1. september þá lést leikarinn Graham Greene ruglist ekki saman við hérna rithöfundin Graham Greene en, hann var búin að vera í ýmsu, eða ekki? Jú, sko, hann er 73 ára þegar hann deyr núna 1. september og hann er náttúrulega Native American og er búin að vera svona go-to indjána leikarin bara í Hollywood eiginlega bara frá því áður en þú mannst eftir þér, sko svona einna frumbyggjum Norður Ameríku og alltaf bara ógeðslega flottur leikari og vikt í honum og hann var tilnefndur til Óskarsverðlauna 1991 fyrir Dances with Wolves en ekki hvað og hann var í Green Mile og svo var hann í Wind River hjá Taylor Sheridan sem er náttúrulega sá kvikmyndagerðarmaður núna sem er mesta indjána fettis frumbyggja fettis sem sögur fara akkurat hann var þar og hann var í Maverick og hann var í Tulsa King það sem að Taylor Sheridan mitt heldur utanum stjórnumteimana og Echo Marvel var ekki svona úlinga ofurhitja Echo það voru nokkri þættir og í Last of Us og í 1883 sem mitt er með fingraför Taylor Sheridan svo hann í Die Hard with a Vengeance og Lonesome Dove sem ég hef náttúrulega talað um það frábærir vestarþættir með Tommy Lee Jones og honum Tom Hagen úr Godfather, hvað heitir hann? Robert Duvall akkurat og svo í Thunderheart með Val Kilmer og Sam Shepard sannsögulegt Val Kilmer leikur FBI agent sem að fer á svona reservation svona morð á hvað heitir þetta sem að þeir smöluð indjánum svona vendarsveið og nú voru þeir þá allir þýr dánir Graham Greene, Val Kilmer og Sam Shepard hvað myndir þetta? Thunderheart heitir hún Thunderheart ég ætla að horfa á hana hún kom út svona 90 og eitthvað pluss og það samhliða kom heimildamynd þetta mál og þessa atbyrði ég horfði á þetta allt saman á sínum tíma ég man þetta ekki smáturum en Val Kilmer hefur alltaf verið minn maður bara svo rétt í restina að Riff-hátíðin er að byrja í september lók desember sem bara 25. já, einmitt, alveg rétt þegar maður bara Reykjavík International og horfa á fyrsta þáttin af Slow Horses Reykjavík International Film Festival og ég ætla ekki að fara út í það hlýtur að vera mjög ítarleg það er þetta að skoða þetta á riff.is ég verða að koma að þau voru að upplýsa það tilkynna það í vikunni að Kim Novak verði einn heiðursgesta hátíðarinnar hún er mjög gömul hún er 92 ára hún er fædd 1933 held ég og ég held hún væri dáin sko ég skildi ekki okkur hver er svona hennar frægasta mynd? Vertigo Hitchcock-myndin það er alvöru klassík og ég sá Vertigo þegar ég var ég er svona 13-14 ára og ég var bálskotin í Kim Novak hún er ógeðslega falleg bara funheit og hún er hún er í tveimur útgáfum að sér í Vertigo af því að hún byrjar sem ljósærð og sem ekki fara út í tína okkur í Vertigo plottinu en James Stewart lætur hann að lita sér hárið því að hann er að leita að getum við ekki fengið hann í 2.0? Jú, ég held samt að við getum líka að tekja okkur shortcut en allt í einu sá ég bara Kim Novak í fyrirsögnum á öllum íslensku vefmiðlunum og ég bara býttu hvað hún ekki löngu döð? Nei, ok, hún er að koma hinga og hún er ástæðan fyrir því að þau eru að draga þessa fjörgömlu konu hinga er að Alexandre Filipe heiðursverðin hafi riff frá 2022 verður líka og er að mæta með heimildamyndi sína Kim Novaks Vertigo hann er búin að gera heimildamind Kim Novak aðalega með fókusin á leikunar í Vertigo hjá Hitchcock og þessi mynd er að gera held ég ágætisleikum bara út í fenni bara núna hljóma mjög vel, það er mjög hört og alveg bara svona góð leið til þess að fá Kim Novak þess að heimsækja landi og ég held að Riff ætti líka sína Vertigo og Paul Joey
þar leikur hún á móti Frank Sinatra og Rita Hayworth. Hún var líka á móti Frank Sinatra í The Man with the Golden Arm. Hermt að þau hafi deytað í smá tíma. Já, ok. Já. Nei, þetta alveg, hún legend, sko. Já. En kannski kannski svolítið gleymd legend, þangað núna. Hann maður að kíkja á þetta, kíkja á ref. Já, kíkja á Vertigo allavega. Já, kíkja á Vertigo. Já. Og já, sko, hvað ætla ég að segja manna? Já, nei, þessi heimildamynd, þarna, Kim Novaks Vertigo, hún sérst að fá bara fína dóma og þau eru bara með hana núna á Feneyjaháttíðinni og þetta er heimildamynd en þetta aðalega eins og var til að segja sko, þetta bara spjall, þetta bara hangi með Kim Novak og það bara nóg það dugir sko Geðvegt. Hún búin að vera vantanlega bara búið í Kaliforníu síðustu ár Nei, þetta nefnilega sko þessi heimildamynd sko, þetta hangi með Kim Novak svona fyrir gegnum líf hennar með áherslu á hlutverkannar í Hitchcock-myndinu Vertigo og ferðalag hennar frá stjörnufrægð yfir í svona einsettu líf sem listakona í Oregon. Wow. Hún snýr baki við glitsinu og glamúrnum. Ok, wow. Já. Spennandi! Það minnir mér svona á að ég búin að vera núna frá ég byrjaði með Dóru sem að vera komið 9 ár, ég búin að vera leiðin að horfa á Vertigo með henni, þannig að ég ætti nú kannski að fara Þið getið gert það saman núna á ref Step my game, já. Wow. En allavega, ekki bara? Jú, hvað segir klukkan? 1:11 sko Já, það er bara, Helviti mikið. það er vel í lag. Bara lengst áttur allra tíma bara Nei, það er ekki svona. Munar ekki miklu Ok, það er alltaf hellingur í gangi og við mætum bara með Förum inn í haustið með keikir Já, en þetta er alltaf líka þetta er eiginlega á þetta að vera sko skemmtilegasti tíminn okkar sko þessi það er ekki? svo ógeðslega mikið að nýju efni að koma og ég er ekki eins og búin að nefna það með 25. september þannig að það er væntanlega 50 dagur þegar Riff byrjar þá kemur Law and Order SVU Nei byrjar season 27 Mariska Hargitay Ég kvíði svo fyrir því sko Hvað gerur þetta? Þeir eru hætta með þetta Ég hugsa stundum það og ég get ekki hugsað það Nei, það mun gerast Já Þeir munu hætta með Þetta hlýtur að vera síðast árið Það er alveg saman sko, þó að þetta halda alltaf einhverju áhorfið Dung það er ekki hægt að halda áfram endalaust en það verður tóm í lífið mínu Þetta minnir mig á, ég veit ekki af hverju þetta dung þú veist, þetta er náttúrulega bara einhver dómari með þú veist, gavelin Þetta minnir mig á Netflix dæmi er bara fucking Kevin Spacey þú veist, að banka í House of Cards sko. Nefna sko, því að Law and Order þetta er orðið 27 ára frumþættirnir er eldri þannig að þú veist Law and Order á þetta Netflix er að stela Netflix er að stela Gali, sko. Herra, á þeim nótum á kveðju við og hvetjum fólk að kíkja í toppfólk og hlökkum til að sjá okkur næstu viku, ekki? Jú, vera miklu duglegra að fylgjast með því sem er í gangi á toppfólki að koma stundum svona tekja þetta eyður þegar við gleymum okkur en svo alltaf riðst eitthvað fram sko. Svo riðst eitthvað fram og líka náttúrulega svona spread the word sko, segi fólki frá toppfólki og teimur á toppfólki sko. Endilega, við þurfum að fara að gera Við viljum halda áfram að sjá tölurnar rísa sko. Og við þurfum að vera með mörds líka og bjóða upp á það, ekki? Og vera með einhverja viðburði í haust og svona, það ekki? Jú, þú ert alltaf svo mikið í því Jú, ég meina, bónus getur selt bóli og húur með þessum helvítis grís Þá getur við það Ég hef full trú okkur Herru, þar til næst, verið blessuð